Já, góðan daginn og velkomin á Samstöðina. Ég fæ til mig 2 góða gesti í dag og við ætlum að fara svona vítt og breitt og ræða orðræðuhefð á netinu og kannski svona innan flokka. Við viljum kannski fara aðeins inn á hvað öruggt rými og af hverju konur og minnihlutahópar veigra sér við að taka þátt í umræðu. Og við ætlum að byrja að gefa orðið til hennar Laufeyjar Ólafsdóttur og hún ætlar að kynna sig frekar. Gjör svo vel, Laufey. Já, hæ og bara takk fyrir boðið. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og svona virk innan Sósíalistaflokksins og líka í sósíalískum feministum og var í fyrsta þættinum af Kona með höfuð. En er þetta ekki ágætt kynning? Fín kynning. Já. Langar aðeins áður en að við kynnum hinn gestin okkur. Langar mig aðeins að fá hjá þér, hefur einhverja góða skilgreiningu á hvað sjálfsmyndarstjórnmál eru? Já, ég held að það er, umræðan sjálfsmyndarstjórnmál er svolítið á villigötum oft, bæði innan okkar flokks og líka bara almennt. Það hefur hlotið svolítið svona neikvæðan stimpil og það er alveg góð ástæða fyrir því líka af því að náttúrulega það hafa komið svona tóken einhverjar svona fígúrur sem hafa svolítið verið settir sem þetta er svona tókenisma stjórnmál oft þar sem að einhver settur sem kannski ekkert endilega talsmaður þess hóp sem hann representar en það eru alveg margar hliðar á sjálfsmyndarstjórnmálum og til dæmis náttúrulega þá horfi ég á bara stéttabaráttu sem sjálfsmyndarstjórnmál af því að við til dæmis þegar við buðum fram í sósíalistaflokknum til borgarstjórnarkosningarnar þá vorum við náttúrulega öll fólk sem hefur upplifað fátækt, við vorum frá svona bara, vorum með breiður hópur af fólki sem hefur svona upplifað kerfið á Íslandi og það eru sjálfsmyndarstjórnmál. Nú til dæmis á ég börn að blönduðum uppruna og fyrir mig sem foreldri þá til dæmis er frábært að sjá eins og Sönnu vera borgarfulltrúan okkar í borginni og hún náttúrulega brúnn Íslendingur og það hefur gríðarlega mikla þýðingu fyrir krakka sem að líta til hennar til dæmis og þannig að það er svona ein hlið á pinnum, það er bara að þó að þú sért ekkert endilega pólitískt sammála þeim sem að er að representa þinn hóp í stjórnmálum og bara opinberri umræðu þá hefur það svona áhrif á til dæmis af því að náttúrulega þetta er nefnilega þegar við tölum það er náttúrulega einn angi að þegar þú talar konur og minnihlutahópa, sumar konur eru í minnihlutahópum til dæmis þannig að það er alltaf þessi orðræða sem að er stundum eru fyrirbæri sem við kallar intersectionality það sem að koma inn svona margir þættir sem að fólk lendir í mörgum minnihlutahópum á sama tíma og svo framvegis en það er náttúrulega aftur önnur umræða en svona pointið mitt er bara að sjálfsmyndarstjórnmál eru þau hafa þýðingu en ég veit ekki, vill Andrea kannski kommenta eitthvað á þetta? Svo ég taki að mér smá þáttast. Já, þú mátt kynna þig Andrea og komdu svo inn í umræðina. Já, ég heiti Andrea Helgadóttir og skulum segja ófaglærð að vinna í leikskóla og gegnum tíðan alltaf í einhvers konar svona verkamannastörfum og sem sagt listmenntuð að hluta til eða er ekki með svona típiskan pappír sem að fólk þarf að hafa með stimpilinn
en er náttúrulega kona og samkynhneigð og það er ákveðin svona sjálfsmynd sem fylgir því sem fylgir þeirra hvert sem þú ferð og sérstaklega sem barn og mann alltaf upplifir svona tegund af jaðarsetningu og við það upplifa það þá náttúrulega er maður náttúrulega svolítið vakandi fyrir hvernig orðræða er vegna þess að þú veist þó að maður jafnvel dóma sig ekki viðkvæmur eða eitthvað jumpy þá og svona stanslaus jaðarsetning frá þeim sem að eiga í rauninni erfitt með að átta sig á hvernig það er að vera svona pingulítið svona út úr því að vera defaultið eða normið einhvern veginn, þú veist að það er rosalega slítandi til lengdar og ég hef nú alveg, þú veist staðið þannig séð upp í hárinu á því og alltaf verið kannski einhverju leyti gæti einhver sagt þú veist, þú setur því þá stöðu með því að vera skilur að gera svona hins einn að þú aðlægir því ekki bara að norminu, ég meina ég hef alltaf haft áhuga á svona kallmannlegri eða strákalegri hlutum með þetta svona andrógen stelpa svolítið eða strákastelpa þá náttúrulega setur það mann svolítið út fyrir og ég meina vissulega getur maður náttúrulega bara mjög auðveldlega mátað sig inn í einhvert form og losnað við þessa við þennan pirring stanslösa pirring sem hlýst af þessu að vera svona öðruvísi en það er náttúrulega heldur ekkert eitthvað æskilegt samfélag endilega en það skiptir þetta svo litlu máli og er svo auðvelt einhvern veginn að laga bara, þú veist, þetta er kannski snýst mörgu leyti svona eins og sérstaklega með orðræða í samfélaginu og það var náttúrulega komið internet þegar ég var lítil en svona bara svona hvernig framkoma er almennt, bara meðal fólks og hvort sem hún er á netinu eða skriflega eða einhvers staðar svona bara einhvern veginn út í tóminu í fjölmiðlum eða hvað sem er að hún berst náttúrulega alltaf til fólks og þetta er bara kannski spurningum að bara þú veist að vantar sér pínlítið og er ekki fáviti og þannig Já, kannski bara líka svolítið skrítið ef við skulum ekki vera komin lengra að ennþá þurfum við jafnvel eins og innan háskólan og annars staðar bara á fundum að þurfa að vera svona örugt rými að þurfa að taka það fram með fullari fólk að það sé örugt rými En það er náttúrulega, svo er það náttúrulega alltaf þessi heita kartafla nú orðið snjókornin og öruggur rýmin og allt það, Og en þeir sem er náttúrulega öflugastir í snjókornatalinu eru náttúrulega, kallmenn, hvítir yfirleitt ósköp svona, hafa kannski aldrei upplifað neitt og eru ægilega mikil snjókorn yfir því að þurfa að einhvern veginn aðlaga sig að heimi sem er ekki bara búin til fyrir þá, þú veist, þannig að þetta er náttúrulega svona hverjir eru prinsessutnar og á bauninni og hvaða baun erum við að tala Já, kannski ef ég má bæta ég tengi náttúrulega alveg við það sem að Andri að segja líka með þegar ég er alin upp af samkynhneigðri móður og þannig ég svona við örugglega höfum svona svipað reynslu að því leyti og Andrea að svona falla utan viss norms einmitt svona bara með okkar tilveru og þú veist, og eins og ef við tökum aftur eins og til dæmis með þessi svokölluðu sjálfsmyndarstjórnmál þú veist, ég til dæmis þú veist, fékk alveg svona já, varð smá svona músí, þú veist, eins og þegar að Jóhanna Sigurðardóttir varð forsætisráðherra. Þó að, þú veist, ég kjósi ekki endilega Samfylkinguna. Þá, þú veist, er það samt þetta hefur þýðingu, þó að maður sé einhvern veginn ekkert endilega á sama, þú veist, nákvæmlega sama stað í pólitík. En og einmitt þegar, þú veist, Obama var kosinn forseti Bandaríkjanna, þú veist, bursið frá því hvort maður sé sáttur við allt sem hann gerði eða, þú veist, í sinni valdatíð. Þá er þetta svona þú veist, þetta er einhvern veginn svona svolítið aðskilið, þú veist, fyrir mig eins og þegar Obama var kosinn þá, þú veist, þarna eru börnin mín að horfa á einhvern sem að lítur út eins og þau, þú veist,
valdastöðu og líka, þetta snýst ekki bara að vera í valdastöðu heldur, þetta líka bara samfélagsumræðuna, að þau sjáu einhvern sem er partur af svona mainstream umræðu sem að lítur út eins og þau. Og einmitt eins með Jóhannu, þetta bara, maður getur ekki skýrt þetta út, en ég held líka að oft fólk sem að tilheyrir hópum sem að sjást daglega í opinberu umræðu, það nær þessu ekki alveg. Þetta eitthvað sem að við hinn sem höfum verið jaðarsett sjáum frekar, þannig að ég vissuleiti skil alveg þessa umræðu, en eins og ég segi, hún á villigötum og það alveg hægt að stunda svokölluð sjálfsmyndar stjórnmál sem ekkert neikvæð. Það þetta, við að koma inn með það persónulega pólitískt og við vitum það alveg betur en margir aðrir. Hvað finnst ykkur? Andrea. Já, ég ætlaði bara að skjóta inn já, þetta reyndar úr mér þetta var þetta með þetta með stjórnmálin og sjálfsmyndar stjórnmálin, vissulega öll svona skref alltaf skref fram á við, en það sem vandamáli við það sem tekur við stundum hjá því fólki sem að stundar raunverulega að þessa neikvæðu stjórnmál identity politics náttúrulega að það tekur upp eitthvað svona og því finnst það bara að vera nóg þegar þetta komið einhvern veginn. Það þessi tókenismi sem vandamálið í rauninni, að þarna sé nú, já þið búin að vera með þarna samkynhneigða svona, þá hlýtur þetta alltaf að vera komið og þá getum við farið að tala alvöru stjórnmál, skiljið mig. En vissulega skipta allir svona hluti máli, en það sem kannski aðalmálið að stjórnmálin séu drifin áfram af baráttunni sem að leiddi þetta af sér einhvern veginn, að það sé ekki nóg að þessi bara svartur maður í Hvíta húsinu ef hann ætlar síðan bara að ekkert að gera í málefnu svartra, skiljiði mig, eða að það sé það sé bara nóg, þarna sé þetta komið og þá ég ætlar að kjósa hann bara út af því að hann svartur, eða það ég ætlar að kjósa þennan bara út af að hann samkynhneigður eða hvað sem annað skilur við. Að aðalatriði við eða munurinn á þessu sjálfsmyndar stjórnmálin kannski að þau spretti af þessari sjálfsmyndar baráttu eða þessari einhverju réttinda baráttu og það náttúrulega vandamáli og það eins og sumir sjáu bara ekki alveg mun á milli en mér finnst alveg áberandi til þeim síðan núna bara ef maður horfi létt yfir núna upp á síðkast, ég meina hvar eru stærstu breytingar, hreyfingarnar að verða, þeir bara ekkert meðal einhverja hvítra millistétta manna, Mér finnst það einhvern veginn ekki vera að standa upp úr nein sérstök, ég heimsmyndabreytingi sem ég get skrifað á hendur hvítra millistétta manna eða efristétta manna hugsanlega bara nýfrjálshyggjan, ég meina restin einhvern veginn bara transvændiskona og alls konar eitthvað bara voðalega skrítið fólk sem bara brennur fyrir einhverju og út af einhverju missrétti sem þeir verða fyrir og þú finnur ekkert byltinguna einhvern veginn ofan í bók ég sé það bara einhvern veginn ekki þannig, þú finnur hana bara í hjartanu á þessi sjálfsmyndabaráttu að koma náttúrulega, pólitíkin á náttúrulega að spretta af baráttunni sem í fólkinu sem pólitíkin á bara að vera einhvers konar angi af þessari baráttu það sem að fólk að berjast fyrir alvöru betra samfélagi. Eru þá hvítu kallarnir í sósíalistaflokknum, þeir bara undir þessum sjálfsmyndar segir ekki oft hvíta kallmenn og þeir skiljiði en einhvern veginn ég sé ekki skiljiði í alfræðiorðabókinu það sem í mínum huga, það sem ég finn orðið bylting, ég sé ekki rosalega mikið hvítan kallmann í henni og það hafi kannski verið áður fyrr skiljiði það þannig tímar ég meina þeir áttu sínar byltingar og nú bara alls konar annað fólk og í gegnum tíðina hafa þessir aktivistar og fólki sem kann að berjast, það fólki sem bara fæddist á einhverju víglínu
þú veist, það ekki millistétta karlmaður sem var aldrei einhvern veginn upplifa neitt misrétti nema hugsanlega kannski efnahagslegt misrétti. Ég meina, það sjálfsögðu drífur fólk fram. Ég meina, þú veist, ef þú bara hefur það gott þá hefur þú lítinn hvata til þess að vera að standa í einhvers konar baráttu. Ég held líka einmitt að, þú veist, eins og segja, þetta oft líka bara pínulítið svona skortur á kannski að setja sig í spor annara og sem að, eins og ég segi, það alls ekkert skammarlegt við það bara, þú veist, mjög eðlilegt að þú þarft ekki að hugsa eitthvað daglega þá kannski hefur minni skilning á því en sko, þú veist, eins og til dæmis fyrir mig sem að, þú veist, ég hvít, hef alltaf búið í mínum hvíta líkama þannig að sko mín upplifun af jaðarsetningu náttúrulega var í gegnum mitt fjölskylduform sem ég elst upp í en svo líka þegar ég eignast börn sem að eru í brúnum líkama veist, og það einhvern veginn þá sem maður svolítið gerir sér grein fyrir líka eins og bara hvað sko hatursorðræða þú veist, það þetta reyndar hatursorðræða hugtak einmitt sem að margir skilja ekki þeir halda þetta sé bara neikvæð umræða og fara svo oft svolítið í þú veist að sko persónuárásir til dæmis séu hatursorðræða sem bara náttúrulega alls ekki rétt þú veist, hatursorðræða miklu dýpra, það hatur á hópi þannig að ef að þú ferð út og lítur út fyrir að vera partur af ákveðnum hópi þá ertu í lífshættu eða einhvers konar hættu þannig að þú veist, og ég til dæmis hef upplifað það þú veist að hatursorðræða þú veist að hún ógnar öryggi manns til dæmis, þú veist þetta eitthvað og það ekki fyrir það bara hver þú ert heldur fyrir hvaða hópið þú tilheyrir þannig að, og þú veist, þetta náttúrulega það sem kemur líka bara fram í eins og lögreglu ofbeldi gegn minnihlutahópum til dæmis í Bandaríkjunum og víðar en það að sko þetta snýst ekki þína persónu, þetta snýst hvernig þú lítur út þú veist, og ég held að sé einmitt þetta sem að svolítið þeir sem hafa ekki verið í þessari stöðu og hafa aldrei þurft að upplifa þessa tegunda jaðarsetningu að þetta bara, þú veist, svona skortur á skilningi og já, þetta eitthvað sem að einmitt ég hef fengið að upplifa sjálf bara í gegnum mín börn og þetta einhvern veginn svona, þú veist, maður sér líka bara þessa svona daglegu jaðarsetningu þú veist, eins og fólk sem dökkt á hörund, þú veist, á Íslandi til dæmis að það fer út í búð og það tölur við að enska þú veist, bara út af því hvernig það lítur út þú veist, þetta þú veist, eins og ég segi, þetta meira það sem ég kalla svona microaggression en þú veist, það þessi svona stanslausa og Sanna hefur talað þetta hún gerði mastersrannsókn með þetta en þú veist, að þetta svona þetta svona stanslausa litla áreiti sem náttúrulega jaðarsetning og sem hefur áhrif á einstaklinga til langs tíma en þetta eitthvað sem að svona partur af þessu en ég kannski komin út fyrir efnið. Nei, það má. Andrea, viltu koma eitthvað inn í þetta? Já, þetta svolítið eins og það sem ég kom inn á þarna í byrjun sko, þetta í rauninni sko að og bara það að vera kona nóg til þess að finna fyrir vegna þess að einhverju leyti ef maður skýrir þetta konsept að vera jaðarsettur að það í rauninni sko að heimurinn ekki búinn til fyrir þig veist, hann búinn til fyrir einhvern annan og þú þarft einhvern veginn að laga þig að því að fá að vera með í þessum heimi einhvern veginn og það verður aldrei gengið út frá því þegar það horft á þig einhvern veginn að þú sért svona einhvern veginn legitimately þú veist þetta sé einhvern veginn þitt hlutverk að koma þér fyrir inn í þessum heimi sem að var búinn til vegna þess að það svo auðvelt fyrir alla hina einhvern veginn og það sko, þú mismikið náttúrulega jaðarsettur eftir og ég meina það bara að vera kona, ég meina maður horfir á hluti eins og það að langflestar læknisrannsóknir eru til dæmis framkvæmdar á skiluru vestrænum heilbrigðum kallmönnum sko veist og ég meina meira segja hluti sem að snúa að einhverju sem að raunverulega markhópurinn ætti að vera sko eða
markhópurinn raunverulega mestum hluta konur, eins og til dæmis varðandi ég var að lesa daginn að verkjalyf hafa bara verið rannsókuð á karlmönnum, en stærsti neytendahópur verkja, eða mesti sem þjást af síverkjum og svona, eða krónískum verkjum og einhverju, að það eru konur, og það samt einhvern veginn, og svo hafa verið gerðar einhverjar svona tilraunir það að þetta eigi að vera svona hinsinn, og það bara ofboðslega erfitt að einhvern veginn að komast í gagni. Það þessi tregða einhvern veginn í status quo-inu, að það sé bara einhvern veginn, og það náttúrulega það sem maður upplifir þegar að fólk fer að eiga svona erfitt með það, að geta ekki tala bara eins og það, ég meina það náttúrulega pínlítið erfitt. Þú getur ekki bara gert hlutina alltaf eins og eða haldi áfram að gera hlutina bara eins og þú hefur alltaf gert það, og það vitaður einhvern veginn erfitt að fara að valhoppa í staðinn fyrir að labba bara venjulega, en ég meina það kannski bara eitthvað sem maður verður ekkert komast hjá. Já. En svo kannski annar hlutur, að þó að við séum kannski í einhverjum jaðarhópi, líka það að vilja fara og berjast fyrir annað fólk sem í jaðarhópum eða einhverja skilgreinda hópa, það jafnvel líka tekið út fyrir sig og við erum kallið viðkvæm eða eitthvað álíka, það ekki? Það social justice warriors. Hvað segir þú, Laufey? Já, mér finnst reyndar alveg mjög, ég tek þann titil með stolti að vera social justice warrior. En já, þetta einmitt, já, frasinn að móðgast fyrir hönd annara, minnst hann líka svolítið fyndinn. En náttúrulega fyrir okkur sem erum sósíalistar, minnst það bara rosalegt svona no-brainer að þetta bara berjast við með okkar félögum. Það fullt af fólki sem býr við kröpp kjör og þolendur þessa kerfis sem að við lítum ekki öll eins út, við erum með mismunandi getu og við erum bara alls konar, og það bara ekkert boðlegt að það sé verið að tala niður einhvern hluta af hópnum. Við bara berjum saman fyrir réttindum okkar allra í einu, ég meina. Þetta ekki, mér finnst það bara mjög sjálfsagt. Hvað segir þú, Andri? Ég meina eðlilega, enda mitt svona sósíalíska hjarta, það slær svolítið með verkalýðsbaráttu. Það kemur svona þannig heimilega náttúrulega alltaf alveg eldrautt og fólk svona í verkalýðsbaráttu og svona. En ég meina það essensin einhvern veginn af sögu verkalýðsbaráttu. Ég meina ég til dæmis í Bandaríkjunum að inn í hana var fullkomlega samtvinnuð eins og bara skilurðu eins og bein og sinar einhvern veginn skilurðu, það andfasismi og andrasismi. Þannig að ég meina það einhver tól sem að óvinur innan gesalappa notar náttúrulega að skapa sundrungu á milli okkar, og mér finnst fólk vera þegar það að missa sig í einhverju svona, ég meina þetta ég sá eitthvað svona mím daginn sem var svona eitthvað að djóka með það, kommunistin texta koma á hinu fullkomna ríki til þess að geta verið að rífast það og kalla hvern annan libba eftir á. Það einhvern veginn svona tilfinningi sem ég fæ stundum, ég meina hvað djöfulinn skiptir það máli, ég meina auðvitað stendum maður með sínum félögum. Ástæðan fyrir að þetta ekki skilur tókenismi eða eitthvað vegna þess að innan okkar raða svo sannarlega transfólk til dæmis, varðandi þessa yfirlýsingu daginn sem var eitthvað svona umdeild, og ég meina það kom alveg út úr svona out of the woodwork, kom allt í einu bara fólk sem ég hafði ekki hugmyndum að væri þarna, því að það upplifði að það hafði verið acknowledged, eða þeirra tilvist hafði verið viðurkennd og ég bara með það í rauninni satt að segja bara miklu betur heldur en að hafa 14 einhverja hvíta svona þokkalega velgefna og búin að lesa sér vel til í marxískum fræðum. Ég meina þá tæki ég eina eða tvær transmanneskjur bara út af þessu með baráttuna að þekkja hana af eigin skinn. Og ef það kemur að því að gera hreyfingu, ég meina þá það bara svona, þetta eins og í verkalýðsbaráttunni, ég meina það kemur ekki af því að sita og læra bara kjarasamninga eða eitthvað svona, ég meina það kemur af því að fara og vera með samhjálp,
stunda beinar aðgerðir, skilurðu, allt þetta sem að fólk sem hefur upplifað jaðarsetningu að alltaf einhvern veginn að standa í og búa til samfélag og standa saman og vera finna styrk í öðrum og ekki vera einhvern veginn bara, þú veist. Það svolítið svona eins og ég var að segja fyrir fundin, hvar finnur þú sósíalismann eða marxismann, eða þú finnur hann í bók eða hvort þú finnur hann á botninum á ruslafötu, þú veist, allt þetta fólk einhvern veginn á bara að geta borið virðingu fyrir hvert öðru og ég persónulega hef einhvern veginn meiri virðingu fyrir fólki sem finnur sósíalismann upp á eigin spýtur og í ruslafötu heldur en hinum sem hafa stúderað hana í háskóla. Ekkert af neinni annar ástæðu heldur en því ég nenni ekki að stúdera hana í háskóla. Svo eru sum okkar sem að hafa gert bæði. Já. En já, eða þú veist, alls konar. Ég náttúrulega líka eins og Andrea kem af úr svona verkalýðsheimili og alveg blóðrauð í gegn, sko. Þannig að og það einmitt, ég hef sömu sögu að segja á Andrea, það sem hefur fylgt með því einmitt bara andfasismi og að standa með einmitt, þú veist, eins og baráttu svona native fólks og þú veist, bara standa með fólki sem í þessu ströggli, þú veist, að berjast fyrir sínum náttúrulegu tilveru rétti og það bara essens sósíalismans og ég meina þegar fólk heldur að, þú veist, sósíalismi sé eitthvað bara stéttabarátta, þú veist, þetta náttúrulega hluti af stéttabaráttunni líka að fá þína samfélagslegu viðurkenningu sem manneskja þó tilheyrir einhverjum hópum sem eru jaðarsettir. Þetta allt sósíalísk barátta og það þú veist, já, þar sem að þetta samtvinnast, þetta efnahagslega frelsi og bara svona tilveru réttur hverjar og einna manneskju til að lifa eins og hún, já, eftir sinni sannfæringu. Og það náttúrulega bara þetta tvinnast bara mjög vel saman og þetta á samleið og ég, til dæmis að því að ég skrifaði mína BA-ritgerð í stjórnmálafræði frá þá las ég mjög mikið af ritum eftir svarta feminisma í Bandaríkjunum og til dæmis bara að lesa eins og eftir Angela Davis og fleiri þá hún til dæmis skrifar að í raun og veru sko svartar konur í Bandaríkjunum náttúrulega eru búin að vera í jafnréttisbaráttu alveg frá því að þær voru fluttar til Bandaríkjanna fyrir 400 árum. En hún einmitt skrifar að í raun og veru fundu þær fyrst sína kvenkyns baráttufélaga þegar að kommunistarhreyfingin var. En ekki sem sagt að því að hvítu millistéttakonurnar sem voru í kvennabaráttunni þær jaðarsettu svörtu konurnar af því að þær voru í raun og veru í nokkurs konar samkeppni við svarta kallmenn til dæmis kosningaréttin. En þannig að þú veist, svörtu konunum var ýtt til hliðar af því að þú veist, það var svona verið að tala bara, já, við erum ekki að tala rasisma núna, þú veist, þannig að þessu var haldið aðskildu og við sjáum þetta náttúrulega bara líka mjög víða að oft eitthvað sem stimplað bara sem rasismi oft bara kvenfyrirlitning. Þegar til dæmis svartar konur eru að lenda í atvikum ég bæði bara þú veist, á Íslandi og maður ofta að hugsa bara af því að þá einhvern veginn sko já, það einhvern veginn oft litið fram hjá sko kvenfyrirlitningunni sem felst í því líka. Þú veist, við getum bara tekið dæmi eins og þú veist þetta myndband sem var í dreifingu með ónefndum skemmtikrafti sem að hvað heitir hann, Pétur Jóhann sem var mjög mikið umtalað þú veist, þar náttúrulega þú veist, það var náttúrulega ekki bara rasismi, það var líka bara djúp kvenfyrirlitning í því þeim brandara eða hvað sem það kallaðist en það sem mér fannst einmitt rosalega frábært að sjá var hvað þær risu upp sem sagt konur af asískum uppruna, íslenska konur af asískum uppruna risu upp og mér fannst það alveg rosalega bara frábært að sjá vegna þess að mér hefur fundist þetta skorta rosalega mikið
náttúrulega, og að því ég að ala upp brúnar konur í íslensku samfélagi, þá hef ég einmitt saknað þess að það sé einhver sem stendur upp fyrir dætur mínar, til dæmis. Og það svona bara, og þetta svona einmitt annað svona moment þar sem ég fekk alveg bara svona, mér hlýnaði hjartað. En já. Þannig að við erum kannski bara hægt og rólega, baby steps, erum á réttri leið. Við erum að búa til plattform fyrir fólk til að koma fram og tjá sig. Ég vona það. Já. Og ég held einmitt að það sé bara mjög mikilvægt líka að fólk líti í eigin barm og að því við vitum alveg sem konur á internetinu, það öðruvísi, við erum ávarpaðar öðruvísi. Oft bara í samfélagsumræðinni og þannig að maður getur ímyndað sér, að maður tilheyrði líka einhverjum öðrum jaðarhópi, að fólk veigri sér bara við því að taka þátt í umræðinni, af því að það talað niður til okkar, og eins og ég segi, við erum ávarpaðar öðruvísi og það bara. Andri, hefur þú, merkir þetta þar sem að þú ert að tjá þig? Merkir hvað, segir þau ekki? Svona hvern fyrir lýtingu? Þetta tala til þín öðruvísi? Nei, nú ég svo heppin að vera bara einhvern veginn ég hef alveg lent í upplifað, þessa típisku svona konu, en ég veit ekkert út af hverju það ég hef alltaf bara tekið það persónulega, ég vil ekki að skrifa það á það ég sé kona, mér held einhvern veginn, finnst ég ekki vera það mikið típisk kona einhvern veginn eða eitthvað, ég fekk að vera þar, þannig að einhver leiti þá, en jú, þetta hefur maður fengið þetta að vera að segja, til dæmis koma með hugmynd og það heyrist ekki múkk og svo þess að situr kallmaður við hliðina á manni og segir, það sem maður sagði öllum finnst það frábær hugmynd, ég meina, hver hefur ekki lent þessu, og bara segja brandara, og svo segir kallmaður við hliðina og aðeins herra og þá hlæja allir, jú, vissulega, en ég bara svona svo kom inn á þetta með asísku konunar, ég meina það náttúrulega á einhverju leiti það náttúrulega fólk frá Asíu verið að flytjast til Íslands ofboðslega lengi, þannig að svona sambærilega við og náttúrulega ekkert flutt af gegn eigin vilja, en það svona sá hópur sem að kannski hefur á sér einhvern veginn svona eða sem við eigum sem samsvara við svarta eða brúna í Bandaríkjunum í rauninni asískt fólk, ég meina það miklu lengri einhvern veginn þeirra svona viðvera í samfélaginu og það eru miklu svona kannski þróaðri fordómar að einhverju leiti við þeim og mér finnst það svolítið áhugavert að sjá meira þetta, nú kona bróður minns til dæmis frá Víetnam og börnin þeirra náttúrulega blönduð og þær eru báðar stelpur mér leið svolítið illa þegar ég sá þetta tælendika djók þarna út af því að ég meina þá fer ég bara að taka þetta nærri mér út af því að ég veit hvað óbúðslega mikið af, ég meina nú líka til dæmis í Eflingu alveg óbúðslega mikið af til dæmis vietnamskum konum sem að vinna til dæmis út á Granda, það óbúðslega mikið af asísku fólki sem býr á Íslandi og það svona okkar minnihlutahópur sem samsvarar svörtu í Bandaríkjunum af því að þau eru búin að vera svo lengi, það svona systematísk einhver ég meina bara svona eins og talað með svartar konur til dæmis í Bandaríkjunum að þeim bara ekki trúa þegar það komið til læknis, ég meina það bara læknirinn hlustar síður á þau og svört börn eru miklu líklegri til þess að deyja ef að það tekið á móti þeim af hvítum lækni heldur en ef að svartur lækni tekur á móti þeim og svo framvegis, ég meina það svona, það myndast einhver svona mein sem að verður bara einhvern veginn að taka á, ég meina það ekkert boðlegt fyrir sósíalista að það sé einhvert undir svona einhvert undir samfélag sem á að vera einhvern veginn bara að vera skilið eftir þar samfélagið okkar bara samfélag fyrir alla og það bara réttur allra til mannsamandi lífs með
bara, þú veist, það á ekki að vera einu spurning, auðvitað stendur maður með þeim hópum sem að eiga sárt að binda, það einhvern veginn ekki að fá einhvern veginn að vera, þú veist, svona frammi eða uppi við eða skiljiði mig, ég veit ekki alveg, en þú veist, hvert ég að fara nákvæmlega með það, af því að, þú veist, þetta einhvern veginn, ég fæ bara svona stundum tilfinninguna af því þegar það byrjar að tala sko svona þessa identity politics og allt þetta, það alltaf verið að búa til einhvern veginn svona umræðu umræðuna en ekki sko að takast á við hlutina, sko, ég meina það þessi menn sem fara að tala til dæmis og agnúast út í hluti þegar það verið að koma fram með eitthvað sem að þeim finnst vera identity politics, þeir koma ekkert með neina lausn raunverulega á sko vandanum sem við erum að benda á. Meina, einhver marxísk lausn á þessu með transfólk? Ég meina, það kemur gagnrýni á það sé svona eða hinsinn og eitthvað svona, en ég meina, hvernig ætlar þú þá að gera þetta? Þú veist, á straight cis kallmaður að segja okkar transfélögum hvernig á að díla við það að vera trans í íslensku samfélagi? Nei, mér finnst það bara ekki, þú veist, ef þeir koma ekkert með neina tillögu það aðra. Þetta bara að leyfa hópunum að tjá sig sem að díla við hlutuna og ég meina, svo stendur maður bara við baki á þeim. Ég meina, þú veist, þá getur verið að standa og sussa í fólki sem að standa á rétti sínu. Nákvæmlega, og þegar einhver kallar mann viðkvæman fyrir það, að þá bara lítur maður á það, viðkvæmni á þennu góða, því hún kveikir á samviðinni. Er ekki bara húleið? Hún það er gott að vera viðkvæmur. Viðkvæmni, hún kveikir líka alls konar tilfinningar með manni, meðal annars reiði og reiði hefur nú, sko, gert ýmislegt í þessu samfélagi, getur við sagt. Já. Og kveikir á samstöðinni, ég held að það sé mikilvægast, sko, því að þú veist, við erum öll bara jöfn, það er engin eitthvað, þú veist, við erum ekki að tala fyrir neitt, þú veist, við erum bara að standa upp með okkar félögum, þú veist, og þau eru við hliðina okkur og við erum bara að krefjast þess að það sé hlustað á þau. Nákvæmlega, en nú erum við náttúrulega, sko, við höfum oft heyrt það að það sem að sósíalíska leiðin og baráttan gegn kapitalisman og ná kapitalisman niður, að það sé muni bjarga öllum málum sem við erum að díla við, sko. Þetta er bara lausn alls. En erum við ekki bara samt sem áður að díla við þó nokkuð svona marga erfiðleika á leiðinu þangað? Og þetta satt? Mun þetta bara bjarga öllu þegar þetta kemur? Ég hef pælt svolítið mikið í þessu. Sko, leiðin til að komast þangað til þess að sko einhvern veginn ok, ef við ætlum að tökum þetta bara svona algjörlega teoretist, segjum að það sé bara að fara að koma bylting og við ætlum að gera fullkomna sósíalíska eða marxíska ríki, hvernig ætlar að framkvæma þessa samfélagsbreytingu, hvernig ætlar að búa til hreyfinguna sem verður að byltingu, ætlar að þú veist, að segja að halda kjafti og sussa á fólk þegar það er að byrja að berjast eða ætliði skilur, þú veist, það var svolítið þannig, eins og í New York til dæmis að þegar transarnir vildu koma fram með sín sjónarmið þá voru einhverjir svona millistétta hommar að sussa niður í þeim, en hver það svo sem hendir, skilur, fyrsta múrsteininu sem kemur á stað Stonewall Riots, það trans vændiskona, skilur, það bara svolítið mikilvægt að sko skapa svona hreyfingu þá ert ekkert stanslaust að sussa á alla félaga þína. Þú ert ekkert að segja að gera svona en hinsinn, þið bara, sko, þið bara finni barátturnar saman, skiljið, þú veist, og ef einhver kastar stein í einhverja vitlausa áttinu, þá segir, hei, gottu, kastum steini þarna í staðinn, skiljið, þú segir ekki, hei, hætt þú að kasta steinum. Það er bara absúrt, það meikar ekkert sens í mínum huga. Bara svona, svo það sé sagt. Já, sussa eða hrútskýra fyrir þeim sósíalíska baráttu. Já, eða trans tilvist, það verður á marxískan efnislíkjahátt eða eitthvað, ég veit ekki. Það er bara þegar þú, mann Birna Eik orðaði þetta ágætlega í þættinu sem við vorum í þar síðustu viku, að þú veist, hvað gefur þér rétt á að vera, þú veist, eitthvað að diskutera tilveru rétt annara, það er bara, þú veist, það er náttúrulega bara alveg fáránlegt og halda að það sé eitthvað málfrelsi
þú veist, Já, eða hvernig til baráttufélaga úr því sem þú ert búin að segja, þú ert í rauninni ekki til en hei, kott að berjast með mér. Þú ert búin að miskilja tilveruna þína en þú ert að koma að hjálpa mér núna, þú veist. Já, þetta akkurat, þetta náttúrulega bara fáránlegt. En við ætlum ekkert að láta þetta stoppa okkur, sósíalískir feministar halda bara áfram baráttunni. Ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir að koma og spjalla við mig. Þetta búin að vera fín umræða og við bara sjáumst að viku liðinni í þættinum Kona með höfuð og samstöðu þakka fyrir ykkur að horfa og sjáumst eftir viku. Bless. Bless. Og